Í Aþenu í dag eru sem sagt 100 og já, þetta eru orðnar 100 og eitthvað stelpur sem eru að spila körfubolta hérna. Og við gerum ráð fyrir því að vera komnir í 130 stelpur tímann í haust. Annað eins verkefni hefur ekki verið keyrt af stað í Breiðholtinu. Þegar við komum hingað í Austurbergið þá okkur tjáð það að það sé í kringum 17% þáttaka, til dæmis stúlkna í íþróttum. Þessi þáttaka hefur raun og veru verið að droppa stöðugt síðustu 30 árin. Það eru svona 30 ár síðan að ég fékk fyrst veður af því að hér væri fjölmenning og það væri erfitt að ná til Íslendinga veljendum uppruna. Síðan hefur þessi tala raun og veru bara verið í frjálsu falli. Pólitíkin talar rosalega mikið hver staðan er á tyllidögum, en þegar það kemur síðan að því að hrinda einhver í framkvæmd, þá mörg misheppnuð verkefni sem hafa verið keyrt í gegn hérna á síðustu 30 árum. Og við vitum líka að mikið verið að tala um það í fjölmiðlum hver staða Breiðholtsins er. Það er kennari hérna í Fellaskóla sem tala um að Breiðholtið brennur. Ég get ekkert tjáð mig meira það sem í gangi heldur en það sem ég sé og það sem mér er sagt. Og ég tala hérna við lögregluna sem lýsir bara ákveðnu neyðarástandi. Ég að tala við fólk sem að kenna hérna. Það er bara alveg sama hvar drepið niður. Fólk vill meina það að hér séu krakkar almennt að fá miklu minni tækifæri til þess að auka virði sitt og það er vandamál. Þegar maður skoðar til dæmis bara stefnur og hugmyndir, ekki reyndlega það sem hrint í framkvæmda, því að það er fátt sem í raun og veru hrint í framkvæmda. Þetta alltaf einhverjar stefnur og þá miða stefnurnar oft að því að hér þurfum að gefa afslátt og hér þurfum hlutirnir að vera aðeins auðveldari vegna þess að fólki hérna svo erfitt viðureignar. En svo þegar maður kemur hérna inn þá áttar maður sig á því að til þess að rífa þessa hluti í gang þá svo mikið mótstaða við þetta og ég ætla aðeins að fara með ykkur í gegnum þá eftir. Ég eiginlega skil í dag af hverju svona verkefni þrífast ekki og ná ekki fram að ganga af því að það eru ekki nógu margir eins og þessi sjálfboðaliðar Aþenu sem eru bara með einhverja mótor og streituröskun og ætla raun og veru ekki að gefast upp. Þú veist, þau bara ætla að keyra þetta í gegn. En langflestir bara svona heilvita einstaklingar, þeir væru löngu hættir vegna þess að mesta mótstaðan sem við erum í raun og veru að takast á við í kerfinu. Íþróttayfirvöldum, Íþróttabandalag Reykjavíkur og allir þeir sem eiga raun og veru að passa upp á hagsmuni barna og unglinga sem eru í íþróttum. Þau eiga náttúrulega ekki breyk í það að styðja við Breiðholtið þegar það eru engir starfsmenn og ekkert fólk í raun og veru til þess að taka þetta að sér. Svo þegar það mætir inn hópur sem hefur virkilega áhuga á þessu en gagnrýnir það sem í gangi, þá þetta er rosalega dýnamít tunna. Við þurfum náttúrulega að gagnrýna það sem í gangi að þá erum við að sækjast eftir því að fá einhvers konar stuðning og stuðningurinn sem við erum að biðja yfirleitt í formi bara megum við nota þessa aðstöðu. Það er aldrei verið að biðja peninga því að það myndi engum hérna detta það í hug og það er rosalega erfitt til dæmis að vera sjálfboðaliði og ætla síðan að heyra í einhverjum af embættismönnum borgarinnar sem bera því oft fyrir sig að það sé mikið að gera hjá þeim. Þeir eru í fullri vinnu og það er verið að fara verið að biðja bara mjög einföld svör til þess að fólk geti bara planað framtíðina og þá er kannski verið að tala um það að embættismennirnir sem eiga raun og veru verið í þjónustu við borgina geti ekki gefið skýr svör til fólk sem í raun og veru sjálfboðavinnu og í kannski 100-150% vinnu og að bæta ofan á sig 100% vinnu til þess að styðja við börnin hérna í Breiðholti. Og þetta er náttúrulega galið. Það er svona verkefni eins og við erum í hérna að það getur bara hreinlega verið tekið í gíslingu af embættismönnum eða pólitíkusum. Og meðan að Breiðholtið hefur enga rödd, þá það krakkarnir hérna sem að tapa. Hér eru krakkar sem að öllum drullu sama og það er nokkuð ljóst. Hérna Aþena með fundaraðstöðu. Þetta ótrúlega pirrandi. Hérna erum við með umgang í raun og veru allan daginn. Hérna fólk að fara upp í styrktarþjálfun. Hér eru önnur íþróttafélög sem að nýta aðstöðuna. Hér eru starfsmenn í sundlauginni sem að labba hérna inn. Þetta heldur svekkjandi vegna þess að hérna fyrir neðan pláss sem við erum búin að vera að sækja ég ætla að sýna ykkur það, í að verða núna 3 ár. Það sem okkur finnst alveg ömurlegt það að eitt af því sem við leggjum mikla áherslu á svona X-faktorinn í Aþenu það skapgerðarþjálfun sem fylgir því sem við erum í gangi og það myndi ég segja það sem einkennir þjálfunina og ástæðan fyrir því að krakkarnir okkar eru oft komnir lengra svona tilfinningalega, allavega krakkarnir sem ég hef verið að þjálfa, sem þýðir í raun og veru bara að það hægt að gera meiri kröfur, krakkarnir eru ábyrgari á margan hátt. Af því að við erum komin hingað, eitt sem ég hef líka alltaf gert í gegnum tíðina, síðustu 30 árin, ég hef alltaf verið með heimalærdóm. Akkur ekki verið með heimalærdóm fyrir krakkarna hérna? Jú, það vegna þess að við höfum enga aðstöðu. Á sama tíma
að þá langar okkur að bæta við íslenskukennslu, en það eitthvað sem við verðum að gera vegna þess að við erum með töluvert af þjálfurum að erlendu bergi brotnir líka. Ef við ætlum að ráða þjálfara í fullt starf, þá betra að það séu erlendir þjálfarar. Það erfitt að fá hæfa íslenska þjálfara til þess að vera í því og ástæðan fyrir því að við þurfum þjálfara í fullt starf vegna þess að þegar við lendum í því að vera með einstaklinga sem eru í efnislegri fátækt og félagslegri fátækt, við flokkum krakkan okkar þar af því að við erum að reyna að spotta út þá krakka. Það eru krakkar sem eru fá efnislegan og félagslegan stuðning, krakkar sem fá ekki fjárhagslegan stuðning en félagslegan stuðning og svo þessi hinn hópur. Erfiðasti hópurinn að sækja. Þetta ekki krakkar sem við náum inn í gegnum foreldra. Þetta eru krakkar sem við erum farnir að ná inn bara svona word of mouth. Það eru krakkarnir sem koma byrja að sækja þau inn og þá þarf að grípa þau. Og ég ætla að sýna ykkur það á eftir hvernig svona pælingarnir eru á bak við það. Þegar að við fáum krakka sem eru í þessari stöðu, að þá myndi ég segja að veri meiri umsýsla í kringum það, heldur en bara heilan flokk sem að ég var til dæmis að þjálfa í Garðabænum. Við fáum engan stuðning við þetta. Það engin sérstakur stuðningur við þjálfarana okkar sem í raun og veru bara að sýsla í kringum krakka sem ekki með stuðning heimafrá. Svo eitt sem að við ákveðum snemma að gera, það það að þegar við fáum inn krakka sem ekki með þennan stuðning sem við vorum að tala að þá eigum við skó hér. Og þetta bara skór sem ég keypti bara frekar billega á útsölu í Bandaríkjunum. Kom heim með stóra tösku og það eru margir að sjálfboðaliðum að þeir þeir fara til útlanda og finna ódýra skó, þá fylla þeir upp. Það rosa lítið eftir af skónum hérna. Við erum með búninga, æfingafatna, því að krakkarnir okkar eru í æfingafatnaði á æfingum. Svo bara svona hlutir sem að fólk tekur bara sem sjálfsögðum, en eru ekkert sjálfsagðir fyrir marga krakkunum hérna. Og það eru til dæmis bara svona bólir og hettupeysur. Þú kannski að kaupa ból eða hettupeysu á 10.000 krónur. Við erum með aðila hérna sem var með sambönd í Kína og við erum með ból á 200 kall. Svo erum við með hettupeysur á kannski 1200 kall og svo keyptum við mjög ódýrar, bara svona bölk segi ég, af merkingum sem við erum svo bara, við getum þrykkt á þetta hérna. Annað sem enda mjög áhugavert líka og það það að ég hef til dæmis verið að lenda í því að krakkar hafa verið að fá alls konar bólgur í vaxtarlínu í hæl og eru sjóndöpur og eitthvað svoleiðis og það enginn að spotta þetta. Og þetta þurfa til dæmis þjálfararnir okkar að vera rosa meðvitaðir Við erum með aðila út í bæ sem eru tilbúin að taka þessa krakka og hjálpa þeim við hluti sem að svona meðal Íslendingunum órar ekki fyrir þessi aðstöðu. Og leið og einhver krakki komið með bólgu í hælinn, leið og einhver krakki getur ekki séð, þá raun og veru búið að taka þetta tækifæri í burtu. Og hérna nú kannski kveikjan að þessu vídeói. Staðan sem sagt þessi. Við erum búin að vera að berjast fyrir því að fá að nota þessa aðstöðu hérna. Þetta náttúrulega algjör rottuhola. Hér erum við bara undir með lága lofthæð, en þetta hefur verið notað af alls konar aðilum bara síðustu árin og þetta raun og veru beint undir íþróttahúsinu. Það gerist náttúrulega og það löng saga að segja frá því bara erfiðleikunum við það að fá bara tíma inn í þessu húsi þó að það var ekkert annað sem var á leiðinni hérna inn. Til að gera langa sögu stutta, þá það bara þannig að þegar þú ferð að olnboga þig áfram og reyna að berjast fyrir hverfinu eða berjast fyrir stelpur og þú bendir á óréttlætið eða andvaraleysið, þá náttúrulega fullt af fólki sem verður móðgað, tekur þetta til sín sem það ætti í raun og veru að gera. Þegar þú ert ekki tilbúin að gefa fólki kredit fyrir að gera ekki neitt, þá eignast maður óvildar menn í raun og veru hverja einustu viku. Hérna þetta í raun og veru þannig að það kemur maður sem byrjar að vinna fyrir menninga- og íþróttaráð Reykjavíkur, tekur við sem svona yfirmaður þar, Eiríkur Björn, og þá fara hlutirnir að ganga. Og Eiríkur bara ótrúlega sanngjarn, heiðarlegur maður, var bæjarstjóri á Akureyri. Það kemur ekkert annað til en að reyna bara að fá leyfi. Hérna þarf leyfi frá brunaeftirlitinu og heilbrigðiseftirliti og svo framvegis og framvegis. Þegar það búið að útfæra það, sem tók nú ekki lítinn tíma, það ekki verið að flýta sér að búa til einhver aðstöðu fyrir krakkann í Breiðholti, að þá gerum við samning við Reykjavíkurborg það að það ekki miklir peningar, borgin í fjárhagskröggum og við erum bara tilbúin að gera ótrúlega mikið vegna þess að þetta skiptir okkur máli og það eru einkaaðilar út í bæ sem eru tilbúin að koma að þessu og gera alls konar hluti. Ekkert mál. Í einkabransanum fullt af fólki sem tilbúið að hjálpa Breiðholti. Og við byrjum að rífa niður veggi og þetta allt í sjálfboðavinnu og við keyrum þetta í burtu og keyrum þetta á haugana og svo náttúrulega bara tekur það rosa langan tíma að byrja eitthvað og hérna allt búið að vera í einhverju pattstöðu í mjög langan tíma. Og svo kemst Eiríkur Björn inn á þing og bara vel gert og ég bara styð hann til góðra verka og ég studdi hann. Hvað gerist?
Aftur komið sama fólkið sem stóð í vegi fyrir því að við fengjum þetta, eða fengjum einu sinni að ræða það að við getum farið hérna inn fyrir 2 árum síðan. Við byrjum að fá hringingar það að það eigi að nota aðstöðunni í eitthvað annað. Svo fáum við líka svona veður af því að það eigi jafnvel bara ekki að nota þetta þó að sé búið að fá leyfi. Þið ímyndið ykkur það sko, nú ég búinn að vera að bíða eftir því að fá fund með manni sem á að vera að þjóna þessu batteríi í 4 vikur. Það sem við erum að ræða ekkert annað heldur en að það eigi að svíkja okkur. Við getum ekkert nýtt neitt annan stað heldur en þennan. Okkur var til dæmis tjáð það að hingað ætti að koma til dæmis inn hópur af úlingum og mönnum, karlmönnum, sem að væru á slæmum stað. Við sýnum því náttúrulega fullan skilning. En ég bauð til dæmis bara að leigja sal. Og þurfum að átta okkur á því, þetta ekki stórt rými. Og ég get ekki leigt sal til dæmis niður í Álfabakka, þar sem að við erum að fara með 6 til 16 ára krakka í 7 mínútna bíltúr til þess að komast og halda vídeófundi. Ég veit ekki hvað svona merkilegt við þetta hérna. Þetta eitthvað rosalegt mál að við fáum að nýta þetta, sérstaklega í ljósi þess að það búið að fá leyfi fyrir plássinu. Og við erum til dæmis búin að kaupa stóla, við erum búin að kaupa borð og komið með mér hérna. Og við erum með foreldra í félaginu, pípara og aðra sem tóku þátt í því að vinna ákveðna vinnu varðandi klósett sem sennilega bara einn af dýrustu liðunum í því að henda þessu upp. Við erum búin að kaupa ofn og eldhúsáhöld og hugsið ykkur til dæmis eitt. Nú erum við með meistaraflokk og það skiptir rosalega miklu máli í kerfinu að vera með meistaraflokk sem gengur vel. Það skiptir engu máli hvort við séum með 130 stelpur. Einhver meistaraflokkur sem fyrir úrvalsdeild tekur meiri athygli heldur en 130 stelpur. Þannig að segjum sem svo að eitt af svona ásónum hjá okkur væri að byggja hérna upp sterkan meistaraflokk. Hversu gott væri það fyrir hverfið? Hversu gott það fyrir stelpurnar hérna að það sé einhver framtíð og fyrirmyndirnar séu bara beint fyrir framæður. Þegar við erum að rekrúta stelpur til þess að mæta í Aþenu. Og þetta líka ein af ástafanum fyrir því að það erfitt að búa til svona vídeó. Þannig að við erum ekki beint að auglýsa klúbbinn þegar við erum að tala hver aðstæðan Ímyndið ykkur til dæmis aðstöðumunin á öllum liðunum sem Aþena keppti við í úrvalsdeild þegar kemur til dæmis bara fundaraðstöð eða bara hverju félagsaðstöð. Og munurinn sláandi og að borgin skuli ekki vera tilbúin að leyfa okkur að vinna þetta sjálf, taka þessa rottuholu hérna og gera eitthvað úr henni bara til að taka næsta skref. Við myndum vera langt á eftir öllum hinum klúbbanum, en í staðinn fyrir það þá eru sjálfboðaliðunum, þeir eru vanvirtir í því, heyrðu, farið og vinniði hérna fullt af vinnu, safniði peningum, kaupiði borð, kaupiði stóla, en svo bara geðþótta ákvörðun, we pull the plugs. Það verður ekkert meira. Af hverju? Af því að ég svo óþægilegur eða Aþena dansar ekki með. Ég ætla bara að segja ykkur eitt. Ef Aþena væri ekki að olnboga sig áfram, ef við værum ekki að láta ykkur heyra, þá væri ekkert að gerast. Og eitt sem alveg magnað í þessu, allan tíman sem við höfum átt í viðræðum við hið opinbera, borgina, þá hefur ekki einu sinni inn í öllum þessum deildum verið talað krakka. Við erum búin að fara þvílíku hringina, enginn í hringnum tekur ábyrgð á neinu og þeir vísa allir á hvorn annan. Nú staðan bara orðin sú að ef þetta verður málið, ef að borgin ætlar að svíkja loforð þetta, þá okkur ekki stætt á öðru heldur en að leggja starfið niður. Vegna þess að það ekki hægt að bjóða fólki upp á svona vinnubrögð. Það bara ekki hægt.